sinni fyrir langa löngu átti geitamamma og 7 kiðlingar heima í fallegu húsi nálægt miklum skógi. Í skóginum átti grimmur úlfur sér bústað. Einn daginn þurfti geitamamma að skreppa á næsta bæ. Áður en hún fór sagði hún við börnin sín: Muniði svo ekki að opna fyrir úlfinum. Það var læst. Ókei. Kiðlingarnir lofuðu að opna ekki fyrir einum eða neinum. Geitamamma fór þá til að sinna erindum sínum. Þegar hún var farin fyrir smá stundu var barið á dyrnar hjá kiðlingunum. Opniði fyrir mér, ég mammeikar að komin. Sjáuði bara hendina mína. Þú ert ekki mamma. Af hverju? Já, hún er með kýtaða. Ég verð að berga þessu. Þeir til bakarans. Fæ mér deig. Ég er komin. Ég er með hvíta hendi. Opniði. Þetta er mamma. Opniði. Þið er búin að fela sig. Mamma. Kiðlingarnir 7 þeir fóru allir að földu sig þegar þeir opnuðu fyrir úlfurinn þeir sáu hvítu loppuna og úlfurinn ruddist inn. Og núna er ég í þykkstunni Olgeir af því að hann er nefnilega ekki hérna. Olgeir hann var fyrsti kiðlingurinn og hann sagði: Ég faldi mig upp í rúmi. Poka. Já, og hver er svo næstur? Ég gæti upp í borð. Undir borði ég finn þig. Komdu í poka. Í poka. Næsti. Tómas. Ég var fyrir tunnunni. Tunnunni ég tek þig. Komdu í poka. Dóman. Ég var mig í þvottaballanum. Þvottaballan ég finn þig. Komdu. Poka. Glimraði skáp. Ég finn þig. Komdu í poka. Ég skreiði undir þvottaballan. Undir þvottaballan. Ég finn þig. Komdu í poka með. Er ekki einn enn? Ég fór í gólfaklukkuna. Þeir földu sig allir en úlfurinn fann þá alla nema hann síðast á minnsta. Hann faldi sig í stóru gólfklukkunni. Ég seti ykkur í pokann. Já. Úlfurinn setti alla í pokann og svo fór hann heim á leið en pokinn var svo þungur að hann stansaði fljótlega til að hvíla sig. Hann sofnaði og dreymdi veisluna sem hann átti í vændum. En þegar geitamamma kom heim var allt á tjá og tundri og börnin hennar voru farin. Þá heyrði hún þrusk í klukkunni og yngsti kiðlingurinn hentist út og sagði henni hvernig úlfurinn hefði gabbað á. Geitamamma lagði af stað að leita að úlfinum og kom brátt að honum sofandi í brekkunni. Hún sá hreyfingu í pokanum og reyndi að losa bandið en það var svo fast að hún gat ekki leyst það. Þá tók hún upp skærin sín og hviss. Hviss. Pokinn opnaðist og út hlupu kiðlingarnir 6. Á. Geitamamma sagði þeim öllum að fara og finna stóra steina og fylla pokana grjóti. Þetta er steinina mamma. Hörðu svo heim. Svo saumaði hún kyrfilega fyrir. Eftir smá stund vaknaði úlfurinn grimmi. Svo fara heim og éta þessa. Hann lyfti pokanum á sig og tölti af stað á nýjan leik. Jæja, ég ætla að skoða þetta geitakjöt. Ó nei! Ég hef verið blataður! Þetta eru grjót! Ég fann eitt til mömmu. Úlfurinn var bálreiður og glórhungraður og hann lét niður í töskuna sína, fór
Úlfinn til mömmu sinnar í mat og sást aldrei framar á þessum slóðum. Með over. Nú er búið. Og klöpum við. Fannst ykkur ekki flott hvernig þau náðu að plata Úlfinn? Ha? Já. Annars hefði hann bara borðað á alla kviðningana. Er allir búin að hneiða sig? Ekki. Nei, hneiðið ykkur. Leikararnir. Já. Ættu ekki að klappa þess með fyrir þeir? Þið voru